Já, komdu sæll, Jóhanna heiti ég ringi hérna frá Gallup, ég ætla að hvort ég mætti taka í smá spurningar. Ég hef ekki tímið það. Bara örstutt. Nei, ómögulega þakka fyrir. Áttu bíl? Nei, takk. Hversu oft tekur bensin í mánuði? Takk. Magdaginn, kæru vinir, við erum velkomin í glænýjan þátt af Óli á hjóli. Hvernig finnst þér nafnið? Geðveikt og geggja intro. Er þetta lag eða er þetta búið til spes fyrir þáttinn? Þetta er alvöru lag. Shoutout Vibe Boys. Shoutout á drengin í Vibe þegar taka þátt í söngvakefni. Ok, Og já, Lil Curly. Þið gáðu út seinasta sumar, minnum ég. Or Summer Baby. Summer Baby. Ég hef fór þetta lag fram hjá mér. Nú þarf ég að fara á Spotify. Þetta er banger sko. Hlustu skemmtilegt lag. Hlustum aðeins. Señorita, hún er sexy. Summer Squeeze, Summer... Nei, nú glemdi ég allt textanum. Summer Baby, Super Squeeze með Summer Body, Summer Baby. Og svo kemur smá svona salsa núna. Það er salsa sem er að ná mér sko. Það ekki? Ef það er smá eitthvað svona spanjóla feelingur í, þá er ég selt sko. Þetta kom einhvern tímann, já, það skiptir ekki máli. Já, ok, ég er eitthvað sem er ógeðslega sein alltaf að fatta sem lög, þannig að nú er ég að fara að rífa upp hlustanir hjá Lil Curly, sko. Ánægð með þið, sko. En ég ætla að kynna gestinn núna í dags. Venjuleg co-hosti minn er ekki í dag. Hann nefndi ekki að vera með okkur, nei, hann komst ekki. En það er ekkert verri co-host. Það er Eggert Unnar, góðan daginn, hvað séu gott? Góðan daginn, ég er bestur. Já. Ég er bara bestur í dag, mér líður ógeðslega vel. The greatest. Og svo gesturinn okkur í dag, Eva Rúsa, hvað séu gott? Ég segi gott. Við erum að nei, við erum ekki að hittast í fyrstskipti. Jú, ég held það. Við hittumst á Color Run og eitthvað. Ok, já, Hún var ekki eftir mér. Settum hann að ég. Nei, þetta var 2022. Ég er hræðilega Ég veit muna. það. Ángríns, ég heiti svo mikið af fólki að ég fer að... Sorry, ok. Nei, ég fyrir ekki þau, sko. Ég mun aldrei fyrir ekki þér. Ég held ég krónuna á morgun og Heiti er ég bara... þið líka? Nei. Nei, ok, þú hefði getað logið að mér. Nú, ok. Það hefur verið ógeðslega fyndið bara. Já, mannst ekki. Það getur matabóðinu þannig. Ættamótið Já, það er mitt. í fyrra. Hæ frænka. Hæ frænka. En byrjum á, ég man ekki hvort þið segja. Hvað segirðu gott í dag? Sagði það á hann? Jú, sagði það. Já. Fyrsta sem þú sagðir. Það er, þegar við erum að taka þetta upp núna, sko. Það er, sko, því þessi þáttur kemur út núna einhvern tímann í, við nenni ekki að segja hvernig hann kemur út. Hann kemur út einhvern tímann í lok febrúar. Já. Og við veitum Akkur horfa á mig. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Og nefnilega, af því að það er alltaf eitthvað að gerast í þjóðfélaginu. Já. Og svo kemur þetta, þessi þáttur 2 vikum seinna eða eitthvað. Og þá er eitthvað allt annað búið að breytast. Já. En það var eldgos að byrja í dag. Jú. Já, bara í morgun. Í morgun. Þú varst að skemmta á hana Þorrablóti, Grindavíkur, ekki? Síðustu helgi. Hvar var það haldið? Í Breiðablik, Smárinu. Smárin lánaði sem sagt íþróttahúsið sitt fyrir Þorrablótið. Já, það er flott. Já. Ertu Grindvíkingur, eða? Nei, ég er sko, já alveg, langaði minn er Grindvíkingur sko, þannig að mamma er alveg, ok, ég er líka skriðin, ég á enga tengingu við, þú veist, ég þekki ekkert fólkið, skilur í þeirri Það var ekki bara stemmingana? Þetta var bara eitt besta gig sem ég hef nokkuð tíma skemmt á og ég er ekki einu svona íkja, þetta var eitthvað svona next level dæmi sko. Þú ert náttúrulega sko, þú ert duglega að vera að skemmta, Já. þú veist svona, hvað segir maður, veislustýra ekki? Jú, veislustýra, kynnir og bara í rosalega mörg. Rosaleg stemmingskona bara. Já, rosaleg stemmingskona, það sem er stemming þar ég. Hefurðu verið að leiki einhverju eitthvað? Nei, ekki það var eitthvað auglýsingum og eitthvað svo leið, sko, en ekki nefnum sjónvarpsþáttum eða neitt, sko. Ég og Eggert vorum okkur að tala daginn, við erum að býja til kallinu þegar við fáum að fara í áramótaskaupi. Já, við erum með markmið, sko. Markmið okkar er að komast í skaupið, sko. Helvitis, ég fekk kallið, Nei. svo komst ég ekki, sko. Nei, þú lýgur. Ég var först í Vestmannaeyjum. Vá. Já. Ég hefði synd. Ég hefði gert allt, sko. Ég hefði beilað á allt. Já. Ef ég hefði verið í fríi á tenni, ég hefði flogið heim daginn eftir, sko. En það kemur, strákar, það kemur. Það kemur einn daginn, ég vona það. Það er rosalega langt sem ég kastast út í kosmósið að ég þyrfti að vera í áramótasköpinu sem er Fannar Sveins, rosalega góði vinur minn og ég á búin að ringi hann á hótunum literally í hótunum nokkru sinnum. Settu mig í skaupið eða ég drepi þig. Þannig að hann setti mig í skaupið en svo bara komst ég ekki á tökudeginum. Var hann núna í ára? Já. En Hjálmar vinur minn var í skaupinu í staðinn þannig að það var, mér líður svo 50% að mér hafi í skaupinu sko. Þið eru náttúrulega sko dynamic duo sko. Þið voru að byrja með útastátt. Já, við erum að við byrjum í apríl í fyrra. Já, þú veist, þú getur byrjaði fyrir 3 árum sko. Ég veit það
er K100 ég er ennþá býð eftir kallinu mínu útvarpi sko. Já, þú ætti að make it happen. Þú Ég getur verð ekki bara að að setja á rassinum og beðið, Óli. Heyrðu, ég er með a major plan sem ég skal segja þér eftir þáttinn sko. Af því að ég mun Halló, exclusive, run it. Nei, það er leyndamál. Ég mun segja ykkur þetta eftir. Ég er með hótun sko. Hótun? Ok, ég er með umsókn. En Gekkja application þetta vera bara, gefðu mér starfið núna. En ég mun okkur að liða í dag. Ok, like it. Sko, ég var með þetta podcast fyrir 2 árum, 1,5 ári. Já. Sem var mest óskipulaðasta podcast sögunar. Ég bara, já, hvað segir gott í dag? Og spurði spurningar sem ég er búin að spyrja senustu 15 þætti, sko. Já. En ég er búin að gera smá í dag. Ég held ég glemdi að beða að koma í legasögu. Pottið gerði það. Ég pottið glemdi. Bara spunar eitthvað on the spot. Ég er líka rosalega léleg að búið til legasögu strákar. En sko, þetta heitir legasögu. Þess að gestur kemur með 3 sögur, 2 eru sannar og 1 lygi. Ef þú kemur með eitthvað eftir, það er ekkert stress. En nefnilega, ég held ég einu sinni gíska á rétt, bara augljósasta sagan sem er sönn, ég útiloka hann alltaf strax. Veit bara, já, þetta er lygin. En mér finnst það mjög skemmtilegt, ég veit ekki hvernig þú ert í þessu. Ég get alveg spunnað eitthvað. Já. Jú, ég get alveg líka. Já. Svo ætla ég að taka hana í ykkur í frasakeppni. Þeir eru svo ung bæðið, ekki? Jú, rosa ung. Ég er búin að búa til smá frasakeppni fyrir ykkur. Virka beddin. Skoð hana. Vá, hann er alltaf á 10 núna. Það er gæi, sko. Nei, sko, seinast ég gerði það kom mjáhljóð. Þannig að ég var smá stressað og svo erum við svona, þú veist, rétt og ránt. Kemur. Ég veit ekkert hver að segja þetta. Ég bara noti þetta í hvert einasta skipti. Og svo hérna. Klassi. Þannig að ég ætla bara að noti þetta. Ok. Og svo ætla ég að taka ykkur í smá brain freeze. Hefur þú spilað brain freeze? Já. Ég hef aldrei skemmt mig jafn mikið í að spila eitthvað eitt spil. Já. Ég er svo confused, maður. Ég veit ekkert hvað er að fara að gerast. Þetta er okkar maður er bara skipulaður. Já, ég er skipulaður, sko. Hendi honum í útvarpið, hvað er að gerast þetta? Ángrín, svo er ég með einhverja spurningar og já. Ok, það er bara þéttu pakki og Við erum ekki að fara að sitja hérna og spyrja hvað er uppáðast litur þinni? Ég er ógeðslega fegin, strákur, því að vanlega búin að fara í mörg podcast undanfæri, það sem ég alltaf bara tala þú veist, auðvitað, lífið og tilveruna. Já, eitthvað svona, það er svo refreshing að fara í eitthvað svona sem er eitthvað svona leikir, sko. Já, eitthvað svo leið, sko. Mér finnst það nefnilega svo skemmtilegst, en svo koma einhverju þættir millan sem þið fari bara ekki neitt og eru bara að spjalla og það, mér finnst það líka mjög þægilegt. Af því að eins og daginn ég tók upp þátt, ég var búin að undirbúa þú veist, gera þetta og þetta og svo bara svona þróast í allt annað, þannig að það breytir ekki neinu, sko. Is what it is, áfragak bara. Finnst þið gaman að gera símaut? Já. Þá er að fara að hendi í símaut. Sér í hjóli sem er þannig. Oh my god. Þú getur snúið þessi hjóli og þá kemur. Mér finnst það ekki gaman, mér finnst gaman þegar ég er alltaf að Hjálmar gera síma þetta á bráðavaktinu. Hvað ef við gerum síma í Hjálmar? Já, og þú veist, það útastáttur okkar heitir bráðavaktinu á K100. Ég held að það meira að hringja í bráðavaktinu. Nei, brjálar. Ég er slasaður, getur þið koma að bjarga mér. Nei, ég elska að láta hann hringja, en ég elska ekki. Þið finnst svo gaman að hlusta á það. Það er gaman að hlusta á hann gera þetta. Út úr komfortzónu, í dag þá ætlum við að láta þér hringja. Oh my god, ok. Mér finnst eins og þú ættir, ég er búin að sjá hana oft Rikka gefur að hringja og bjóða veislustjórn. Mér finnst eins og þú ættir. Oh my god, ég get ekki látið að gera eitthvað svo lindræður. Það væri svo ógeðslega fyndið. Nei, það væri ekki fyndið. Það væri svo fyndið, sko. Oh my god. En ég veit að þið finnst gaman að gera síma. Ég elska það. Nei, sko, ég gerði svo mörg síma. Ég tók upp þátt í gær og vil ég sjá símaskrána mína. Það er bara eitthvað fullt af random númerum að það var enginn að svara. Það versta við að gera svona er að fólk hringi tilbaka. Ég er löngu búin að taka upp eitthvað þátt og þá byrja ég að fá hringingu tilbaka. Hello? Ég er bara að hringja. Nei, sorry, þetta er vitlaust númer. Sorry. En þú hringdir í mig. Ég eitthvað, já, sorry, en þú hringdir í 40 sekundur og beðist. Mér er svo mikið fyndið, sko. Já, þegar maður gerir símat og eitthvað lít krakki sem svara Hello? Og maður bara Pappi síminn þinn og maður nýbúin að öskra á krakkan eitthvað. Við gerðum hana, hvað gerðum við daginn? Við hringdum í eitthvað. Fá fólk til að mjálma. Já, það var óþægilegt. Það var ógeðslega fyndið. Ég hringdi einhvern veginn í einhverju sem var að vinna á leikskóla og vorum að keppast hver geti fengið mannesku til að mjálma og gelta og svona. Og ég hringdi bara fyrir tilviljun á einhverju sem er að vinna á leikskóla og hún var ekkert eðlilega til. Bara í símanum eitthvað nákvæmlega bara mjá
Hún öllu vön á leikskóla. Já, elska það sko, elska svona orku. Við gætum þess að gera það líka. Já, til það. Já, akkur ekki. Það getur ekki látið mig fara í þessi símat. Ég er bara Við tökum símat. Þú mátt velja. Ok, mér langar að ekki bara byrja á þessari frasakeppni. Ég geti þetta ekki sko, hann hefur gert það við maður. Ég veit ekki hvað þetta er. Nei, þetta er bara frasar úr Já. frasabókinni. Ok. Góð bók. Ég er búið með mögulega svona 500.000 frasar úr þessar bók. Þannig að það er mjög erfitt að velja frasar núna. Þetta er mjög létt í dag. Býtu, erum við að giska hvað þetta þýðir? Já. Ok, það er frasakefni, ok. Smá svona undir. Ég var með einhverja tónlist en ég nenni ekki að leita henni. Ok. Þetta er mjög létt í dag. Já, ég þarf að heyra ding, eða svona bjöllu á okkur. Ding? Já, þannig að Já, ég var að segja ding. Já, eða bara eitthvað. Pachú? Ég veit það Ég ekki. tek pachú. Ég ætla ekki pachú. Ok. Hlustu alveg. Þú var ding. Ég segi ding. Ok. Og svo eða þú fáið vitlaust að rándaf kemur. Svo lengi að koma. Ég veit það. Ég bjóð þetta ekki til, sko. Það var hérna. Gerum svona smá quiz background music. Þetta er hræðilegt tónlist. Þetta er live production. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég er inn á YouTube sko að finna eitthvað geggja lag. En sko, þessi þáttur er ekkert klipptur. Ok. Ég nenni ekki að hafa eitthvað svona ég ætla að fá að klippa þetta saman og gera eitthvað svona. Nei. Ok. Eins og núna, sjö. Það er YouTube-auðlýsing í gangi. Sprite. Nei. Ok. Hlusti. You know you need the right tools to make. Hvað er þetta? Evernote? Nei. With Shopify, Shopify maður. Gíska á auglýsinguna. Þarna er Það er sann skemmtilega leikur í Super Bowl. Það er Super Bowl helgina. Já. Horfa byrjun á auglýsingunni og vera bara byrja gíska bara, ok, þetta er þetta. Já, einmitt. Og því að byrjunin getur verið bara Rosa random. einhver læknir, svo bara Pepsi. Ertu mikið hefur verið hort á Super Bowl? Nei, ég horf bara á Halftime show. Ég horf á auglýsingarnar og halftime show. Já, ég eiginlega líka. Ég skil ekki hennar leik, sko. Mér finnst ég er nýbyrjar að skilja amerískan fótbolta. Mér finnst gaman að horfa á hann, Já. en bara ef ég er í Ameríku. Ég eiginlega bara að horfa á fræga fólk sem mætir, skil ekki neitt í leiknum, ég vil bara þessar auglýsingar og halftime show sem ég er mjög spennt fyrir því til dæmis í ár. Er það ekki? Það er núna verður hérna Usher og svo náttúrulega eru Chiefs í úrslitum, það sem að Kelsey verður og kærastan hans Taylor Swift. Ungfrú Taylor Swift verður þar og ég held að hann hefur aldrei tapað þegar hún er á leik, held ég. Shit. Held að þessi fakt. Hún er komið beint frá Japan, pælið því. Fyrir 14 tíma flugi beint á leikin. Swifties voru búin að reikna út 14 tíma flug, 7 tíma munur 21, þetta er allt eitthvað 21 sem, nei, er það 23, 21 Ég veit það ekki. 23. Já, 23, það var bara allt eitthvað svona að þau tengdu alla tölurnar saman í 23 Já, vel. 23 er allt. Swifties er bara Það er veika, ertu Swiftie? Nei, ég er ekki, En sko, nei. die hard Swifties fan. það er svona þriðji stærsti her heims. Já. held ég. Já. Þau vilja ef ekki þú- Messi í honum. Nei, heldur betur ekki, Nei. sko. Ég er ekki svona, ég er ekki mikill Taylor Swift maður. Við skulum passa fyrir hvað við segjum hérna. Ég veit það. Þau eru að fara alveg að fara að herja á okkur. Ég elska tónlistin hennar. Nei, það? Já, ég er alveg sammála, tónlistin hann, ég er ekkert eitthvað dedicated að hlusta á öll lögin, en ég elska alveg lögin, en ég er bara svona, ég hef aldrei verið eitthvað svona Ég er ekki die hard Swiftie, sko. Nei, einmitt. Ég get ekki nefnt 5 lög. Ekki ég eiginlega heldur. Nei, ok. Ég er die hard belieber, sko. Já. Ég vona Justin Bieber. Þú og kærastæðin eru grjótarðir Veistu hvað ég er búin að sjá? Ok, Justin Bieber var að performa í fyrsta skipti. Hún er Deadhead. Nei, ha. Dead Hard. Dead Hard. Já. Justin Bieber fan. Já. Og hann var að performa í fyrsta skipti í 2 ár í Kanada. Og For You page mitt á TikTok. Ertu mikið á TikTok? Ertu á Instagram Reels? Instagram. Já, hann. 2 vikum setna, eða Já. ekki? Já, Ég fylgist samt alltaf með náttúrulega Hollywood, þannig ég veit að hann var á hérna sviðinu. Ég sé svona 15 vídeo á dag sem ég sé bara hún repostaði að hún var að syngja í Toronto. Nei. Já. Yes. Þannig að ég vona að hann kom á Super Bowl. Þetta Usher náttúrulega. Já, það eru einhverju leinigestur að fara að mæta þarna. Ef að Justin Bieber verður, Já, þá er það besta halftime show of all time. já, ég er sammála. En ef við ekki að fara í Fraser-keppni. Fraser-keppni og muni Þetta er eitthvað stressuð það? Nei, ekki verið þessu. Þetta er mjög Já, þetta er síma, þetta er ennþá back of your Ég mind get bara. ekki þetta símat. Já, við sleppum því bara. Nei, Ég er hættu að þessu. Eyru, þetta er mjög létt í dag. Ok. Og ég get komið frasa, svo get ég komið dæmi og Ok. þetta er bara hver kemur með rétta svarið. Ok. Fyrsti frasin er: ég hef sjaldan séð það svartara. Tjúm! Það er allt bara ömulegt. Það er allt hræðilegt. Lífið er ekki að leika við þig. Það er rétt að mér það.
Ég ætla ekki að vera réttur það Yes, come on Ok, ég var ekki búin að kveika Já, Þú varst svo fljótur ég að veit hugsa það. maður Hann er mjög keppnisskapur Já, ok, Já, ég fer í fílu ef við tapar sko ok, ég vil sjá það gerast Svar er hérna Ástandið er orðið virkilega slæmt Já. Þannig að ég gæði rétt fyrir þetta Takk Næsti frasi Að detta í lukkupottin Ding! Vinna lottó eða eitthvað svona sem maður er búin að dreyma að vinna Aðeins nákvæmur svona Aðeins minna Þetta nákvæmur í svo lukkupottin Bara- Þetta segir sér sjálft Já. Þú dast í lukubóttum Já, Að vera kynntist mannunum mínum Þetta í lukkupottin með kynnast honum Já. Ekki eitthvað Og svoleiðis þá varstu mjög Hamingsum Og er ég? Anna Háorð Happy Nei, Nei. ég sagði, heyra, þetta ekki það Heppin Heppin, Sérðu það? já, Það er á heppin. rétt hjá þér Vá, hvað var erfitt að útskýra þetta Happy Það stendur hérna bara að vera heppin Ok, Þannig að 1-1 ok Já, Ég ætla að reyna að hafa þetta því að þetta hefur stundum verið 5-0 sko Hann er Ah, klátt ok. spennandi Já, í dag þú ætlaðir að gefa henni stíðið þarna Já, Og svona Nei. ákvæða þetta fyrir hún Nei, hún áður rétt Ok, Já. ok, ok sjáum strax svona tapsár Lekk svo vel þarna Að anda í hálsmálið á einhverjum Ding Einhver sem er alveg að kæfa mann Þú veist, eins og stundum þegar ég er að vesenast eitthvað heima og krakkarnir eru alveg í hálsmálum að kæfi bara mamma, pikki mig endalust Segðu þetta sér rétt Ég ætla að gefa þér rétt fyrir þetta Ok, takk Að vera ofan álætt einhverjum Já, Er það ekki? ég man ekki hvað ég sagði Hvað sagði ég? Ekkert er Ég ætti ekki að þetta, ok, það er mikið sem fyrir Ok, áfram Ok, er það fann að finna fyrir Nei, það er engin hiti hérna, sko Þetta er Nú bara Ok. nú er annað 2-1 Að skipta hest á miðju vaði Að skipta hest á miðju vaði Tjúm Já Ég ætla bara að gíska hérna Við ætlum að segja að breyta átt í lífinu að þú ert svona þetta er meira svona að þú ert að fara í eina átt og ákveður að breyta midlife crisis, fara í hina áttina Ég ætla ekki að vera rétt fyrir Vá, þetta flottur Að breyta ákvörðun skipta skoðun Já, Vá, Vá, þetta var mjög gott, 2-2 aldrei hýrt þetta það er komið sálum ávart hana Hver samdi þessa bók? King Eyþór Völer og Emil Vá, Ok, ég skeit næst í hana já, Já, ok Já, allavega Að taka forskot á sæluna Ding eins og núna eru páskarnir og maður er að kaupi páskaegg núna til að byrja að borra páskaeggi en samt er páskarnir ekki strax Þannig að maður er þú að byrja ert að smakka strax já, þú byrjar að borða páskaeggi og snemma Já, að taka forskot á sæluna Það er rétt Það er á rétt hjá þér Hvernig ósköpum með þetta þýtt samt? Að byrja á einhverju á undan öðrum Já Kemur aftur helvitis YouTube-auðlýsingin hérna Mér líður svo ég sé á undan þér með stig, já, kallinn minn. ég held að sé. Nei. Það er, hvað er staðan? Það er Já, 3-2 Þrjú. já, 3 Já. þetta smá Vanlega er þetta 5 frasar en ég með eitthvað rosalega mikið í dag Það er bara gaman Áfragag Að ræsa vélina Pjum Þú með þess að glemdi hvaða Þú vissi hljóð ekki þú hvað ætlar að gera Herðu, ég ætla að segja að koma sér í gang að svona byrja daginn já, og Það er ekki, Já, rétt flottur. Að koma ykkur á stað Hefja Já. verknað Vá, hefja verknað Hefja Og hvað verknað Jú, stundu verknað Já, Já, alltaf formlegt eitthvað Mjög formlegt Þú kaupir þetta ekkert út í búð kaupið þetta ekkert í búið Ding, það er eitthvað svona Þetta er eiginlega ekki hlutur Æ, maður segir þetta eitthvað svona getur ekki keypt þetta í hagkaup eitthvað svona, Vil ég að ég komi dæmi? já, það er þetta útskýrið það Dæmi Sjáðu líkamsástandið á Gauta Já. Þú kaupir þetta ekkert út í búð Já, einmitt. Þegar einhver er búin að vinna fyrir einhverju svona Já, Já. og þetta ágætt bara við um eitthvað Akkur ég Líka. gefa henni stíð Ég veit það ekki. Já, áfragag Hún var með þetta hún Já. var með Það var ég með það, hvað sagði ég? Eitthvað sem er óalgengt Sjaldséð erfitt að gera ná eða komast yfir Já, Flókið Þetta ormaður var Sjá mjög svona flókið. árangurinn af einhverju sem einhverju hefur gert frekar en, þú getur ekki bara farið út í búð og kefti flotta líka minnst eða 3,5 og 3,5 Já, eða bara 4-4 Að gera 4-4 Já, 4-4, Já, 4-4. ok. ránd Það er svona 3-4 eftir Ok Að lokka sig út Ding, bara slökku á öllu Ég nenni ekki að taka meiri síman og ég er ekki að tala um að slökka á síman Meldi bara svona, þú veist, ég bara nenni ekki að taka fleiri símtöl Nenni ekki að taka fleiri tölvupósta og ég bara, ekki tala, són út Ég vil ekki vera eftir þetta Að hætta að taka þátt í einhverju Já, Dæmi Guðni verður að fara að lokka sig út úr sálfræðinni Hún er greinilega ekki á réttri hillu Skemmtileg dæmi hérna Þetta er örugglega eitthvað persón Hver er Guðni? Ég veit ekki, þetta er einhver persónleg dæmi hérna Mamma heitir Guðni, sko Núna smá peningaspurning Já, það elskar peninga Sjokker Betra er indi en auður
Ding, betra að finna betra að elska einhvern heldur en að eiga fullt af penningum. Já, ég ætla að gefa rétt Eiga fyrir til að þetta elska. Hamingja er betri en peningar Herri, ég held að ég ætla komið 6-4. Þetta er 6-4 6-4, það eru 2 frasar eftir Ok, ef ég næði báðum, þá er úrslita og það verður að finna eitthvað bara Já, ég er með að Það þarf að sigur vera, sko Ok. Önnur peningarspurning Að eiga ekki grænan túskilding Paching! Þú átti ekkert eftir Þú ert alveg blankur og það er engan Flottur. Það er rétt hjá þér, að vera blankur Ok. Kemur alltaf klassi Já, ég veit ekki hvað að segja þetta Hlustum aðeins Klassi. Ég veit ekki hver þetta er Það er bara fyndi Ég hef hugmynd hver þetta er, en veit ekki hver þetta er Skjótu Ok Hvað ert að gefa þeim að geta? Paching! Þetta er svona eins og þegar börnin eru rosa stór og þú veist, bara fólk er framúrskarandi og stórt og stæðilegt með að við lítinn aldur Já, ég ætla ekki að, þú veist ekkert með lítinn aldur Já, eða bara svona, eða ekki, Já. þú að segja krakka sem er í körfubolta og maður bara, herru, maður fór að sjá fæðingarskirtinni Þegar einhver hefur stækkað óðurlega mikið á stuttum tíma annarkost í breiddina eða lengdina Hvað ert að gefa þessum krökka en að geta? Bensín? Ég held að væri eitthvað svona eins og stundum ég sagt eitthvað að Jón Jónsson hvað mamma eitthvað eiginlega að gefa ykkur að borða þegar þið voru yngri þú veist að þeir Já, báður til þess að eitthvað talented. framúrskarandi bræður Ég er bara að lesa beint upp úr bókinni Já, ok. Mér er samt smá violation að segja breytt Ég er bara að lesa upp úr bókinni, ég er bara að sendi på þeirna, sko Það er rosalegt Og á hvað krakkiðin er, nei Heyrðu Úrslitaspurning Ok, Það fer eftir anskotin Alright náðurum mér Að bera saman epli og appelsínur Paching! Æi, Þetta kallast að bera saman eitthvað tvennt sem er ólíkt ólíkt Heyrðu það stendurinn að svari er að bera saman 2 ólíka hluti Þannig að Æi, þetta er rétt Come on ok, ég var samt yfir mjög lengi Þetta var skemmtilegur leikur Já, Þetta takk, var- ég ætla að gefa þér þetta Já, þakka þér Af því fyrir að ég gaf þér þetta eiginlega því ég vildi ekki sjá þér eiðan Keppnisreiðan Já Podcastið var að byrja, hún var Já, svona það halda í góðu Já Heyrðu, ég setti á Instagram story Já, ég sá Spurði spurningar My first spurningar Og Hver er þetta sem þú ert að fara að tala við? það komu sömar mjög áhugaverðar og sömar mjög hræðilar Ok, Ok, smentu verið hræðilegum já, Nei. hvað þýðir hræðilega? Veistu Það er hver, það boring eða bara ég ætla að byrja á spurningunum sem kemur í hverjum einasta þætti Ok, Guðjón Smári á FM sem er flippasti gæi sögunar ok, á FM Horfður á Idoli í fyrra? Nei, gæinn sem borðaði mækin nei, Nei, ok Ok, Hann segir sko í hverjum einasta þætti hvert einasta spurningabóks finnst þessum aðeins gott að prumpa finnst þessum aðilega gott Við þurfum ekki þetta er það sem að þjóðin liggur Já, djúpt á nei. hjarta Já, Ég reyna alltaf bara að koma sér frá ég held að þetta sé eitthvað gauðra þing að finnast gott að prumpa Ég er það Já. Já, ég held það Ég verð að segja, ég elska það sko Já, Já. Þetta er annar þátturinn röðsum að tala um prump Ég Já. er þess að staður og stund sko Já, Það prumpa allir, strákar Já. Ég elska að taka sko sængina, setja hana yfir kærustuna og svo bara hleypa einum skilur Ég brjálið, maðurinn hefur það gert og ég brjálast Þetta bara er svo brjálast, gaman. ég var svo reið Svo fyndi, ert þú mikið að prumpa á sillu? Ég var fyrir næstu spurningu Hvað er að skemmtilegasta sem þú hefur gert í þínu lífi? Wow. Skemmtilega sem ég gert í mín Við erum lífi að fara í svona deep spurningar í dag. vinnulega séð það Já, bara eitthvað bara skemmtilegasta sem þú hefur gert í lífinu Vá, það er alveg nokkri hlutur sem ég hef gert sem eru bara sem ég hef oft hugsað bara eitthvað, vá, þetta er bara ég held að það hafi verið 2016 þegar ég fór út í Eurovision að sem bara fréttakona, eða þú veist ég var að Hver búa var að keppa 2016 áttir? Greta Salome Greta Salome, já Já, þá var ég sérst ég og vinnu minn Eiki Hafdal fórum við út sem að vorum að búa til fréttir fyrir Vísi.is og Vodafone og vorum að taka upp, þú veist, vídeokameru fréttir, hvað heitir þetta? Vídeoinnslög Já, sem byrtust á miðlunum og vorum bara í blamanahöllinni og bara í, þú veist, inn í búblunni Ó, og nice. þetta er held ég það skemmtilegasta sem ég hef gert. Hvað, er þetta ekki alveg 2-3 vikur koncept eitthvað? Við vorum í það langt? 8 daga. Sko, ef hún hefði farið áfram í úrslitin, Þá er þetta miklu þá hefði lengur þetta verið lengur. Já. En þetta voru 8 dagar, þannig að við vorum Hvað var Eurovision 2016? Svíþjóð. Svíþjóð, Já. sko sjá mig flottur. Þetta var bara 50-50 sko, Svíþjóð eða eitthvað annar land sko Þannig að ég held að það sé, mér finnst alltaf, það er alltaf sem kemur svona upp í top of my mind, sko, þegar ég spurði þessa spurninga. Já, Já. er það líka þá skemmtilegasta ferðalagið þitt? Slepp, mátt ekki velja þetta. Hvað er Ok. skemmtilegasta ferðalagið þitt? Förum bara í það. Þá, er það meina bara þegar ég er að ferðast með fjölskyldinu eða Já, eða bara vinnuferð eða eitthvað bara,
Við Eggert erum ferðað miklir gæjar Mjög Já, ég er alltaf að ferðast mjög mikið bæði bara með fjölskyldinni og svo í vinnu þú veist að fara erlendis og skemmta og eitthvað svona og ég held sko vinnulega séð að þá hafi við þegar ég var að skemmta í höllinni í Prag Já, ég ætla að segja Króatíu Já, svo náttúrulega ég Var það ekki, hvað var það? Það var ölgerinn eða ekki? Ölgerinn var í Prag, jú Svo fórum við systurna líka í að taka upp sjónvarpsþátt fyrir sem oft er að koma núna RÚV núna í vetur fórum í september til Króatíu að heimsækja SOS-börnin okkar wow. og það var líka bara svona amazing ferð sko þú veist, það er svona alltaf bara þetta típiska með fjölskyldinu en þetta er svona ferði sem að maður var actually, þú veist, það var eitthvað svona verkefni í gangi sko. Ertu oft, þegar þú fer go-to staðurinn tenni? Nei. Hvað er, hvert myndir þú fara? Þú ert að fara á morgun, eitthvað sem er ekki farið, hvert langar að fara? Ég ætti að fara, Hawaii, mér er alltaf langar að fara til Hawaii Ína er svo mikið háköllum þar, ég myndi ekki þú verið sjóin Nei, emitt, ég sé, þú veist Ég held að það sé eitthvað hákall Kærasta mín elskar svona tært vatn og það cozy og Instagram-legt og ég hugsa bara, ég sé eitt svona gæja einhver staðar, glimti eða á það Maldív-eyjar nei Jú, ég myndi velja fara, ég myndi ekki fara held í sjóin þú veist, ég myndi bara vera út á kofanum sem er út á vatninu en svo myndi ég vera bara í sundlauginni Hey sharks Ég er ekki svona strandargæi Ekki? Nei, eins og þú veist, ef ég er einhver staðar á Spáni eitthvað, ég nenni ekki á ströndina Ég er bara í sundlauginni Mér finnst þessi sandur, eitthvað svona klistraður ógeðslu, festist með þér fer upp á herbergi En þú veist eins og jetski og svona Mist jetski ekki það er bara einn dagur sko Ég er strandakona, ég vil finna líka að fá maður aðeins svona vindin að maður ekki kappnur hita sko Mér langar rosa til Dubai, Hawaii Mér langar Suður Afríku Langar að fara eitthvað öðru í sig Ég skoða náttúrulega, þú ert að horfa á Love Island Ég er Love Island Ég elska Love Island Kærasta mín, nú getur loksist talað eitthvað Love Island Ertu að horfa á All Stars, Já Hvað er nýjasti þátturinn? Við erum að taka þetta upp núna, hvað er? Ég er sko up to date Það er 8. februar, horfðu bara þáttinn í gær? Já Horfðu þetta bara beint? Já Bara á itv.com Nei, Dailymotion Nei, ég horfðu þetta sko, itv.com með VPN í beinni, þráðbeinni fylgjast með Twitter, gera eitthvað memes þetta er skemmtilega Já, ég er endur á Twitter líka einmitt þegar ég er að horfa, ég horfði þetta bara þú veist, þetta var í gærkvöldi og ég horfði bara í morgun bara meðan ég er að taka mig til á mótnuna þá er ég bara búin að kveikja og er bara að mála mig og bara, þú veist Þetta er bara sko rútina núna, bara nýja kvöldin bara ekki trufla okkur, það er lofaland Já, þetta er svo ég fokkin veistla Ég geti þetta ekki sko, við byggum saman í nokkra mánuði og hann og kærastan hans og kærastan mín það var alltaf bara klukkan 9 fóru þar að horfa á Lofaland og ég fór bara að gera eitthvað annað ég er bara ekki þarna, ég get ekki eins og núna, ég horf eitthvað fyrsta þáttinn fyrsta gælan sem kemur hann inn með svona 17 strandbolta á bringunni skásirinn Veistu það? Þetta var hún Hannah og hún er the greatest of all islanders ever Hefur þið séð fyrstu hefur þið séð season 1? Nei, ég byrja nefnilega að horfa í season 8 Þannig ég er búin að horfa 8, 9 og 10 Svo horfa ég á bandaríska season 3 minni mig og svo hef ég hort eitthvað smá hana season 6 og 7 Ok, strákar í alvörinu, þú sérstaklega, ef þið horfið á season 1 Mér finnst það svo gamalt Sko, vitið það, þau voru bara blelluð, þau máttu drekka eins og þau vildu reyndar reykja ógeðslega mikið, ég er ógeðslega fegin, maður sér ekki neitt í dag þetta reykingadæmi, en þarna voru bara allir reykjandi allstaðar, allir drekkandi allstaðar, allir bara bara á kvöldin, bara on top of the bed Það er ekki að brenda sko Ég er að fara á season 1 Það var ekkert sensora sko Já, ég fíla það er svona, þú veist mér finnst það svo núna bara eitthvað, oh my god, he said this oh my god, he said this, ég vil sjá þau bara eitthvað mökku og fara bara í eitthvað slaga strákanir og til að pirra þér, ég vil eitthvað svona meira action Já, season 1 þið verði að horfa Hver er uppáhalds ælandarinn akkurat núna þegar maður tekur upp 8. februar nefnilega því að þessi þáttu kemur út Ég veit ekki hvort að serían er búin eða ekki Nei, er þetta ekki alltaf alveg 1.000.000 þættir? Þetta er 5 vikur núna Já, ok, þá er þetta örgulega klárast Ekkert Casa Amor Það er ekkert Casa Amor, já, ok Ég myndi segja, ég held að sé Arabella Já, ég sko var ekki Arabella fann fyrir ekkert bara eru komin í hvað Lofaland Já, ég veit Við þurfum bara að klára þetta Já, bara you to you, maður, ég er bara gestur sko Ég var ekki Arabella fann fyrst Veistu hver Arabella er? Já Hún hætti með Ruben Díaz Nei Í byrjun janúar fór svo strax í Lofaland Hætti hún með Ruben Díaz og fór í Lofaland? Sko, nú er hann komin í, þú veist hver Ruben Díaz er? Nei, hann er ykkur fótboltagæði Varnamæri Manchester City, bara mjög góður Fáránlega góður Þeir voru saman sko
áramótin í New York. Hvað gerðist? Ég veit það Það ekki. hefur verið eitthvað massíft gerst og hún hefur viljað hefna sín Já, og fara í þetta Love er eitthvað svoleiðis sko. Af því að hún var komin hana bara eitthvað 15. jani eitthvað í Lofaland. Oh my god Wow, Já. þau eru saman áramótin 2 vikur setna er hún mætt á staðinn Arabella and Ruben Diaz, ég er að googla What happened? What happened between them? Uh, please? Hún er samt svo 32 ára. Já, hún er gorgeous Sko, þú ert með podcastið þitt, það er rosa svona clean cut og allt það talandi eitthvað svona drama, ég veit ekki hvort ég má mention þetta á podcastinu, þú þarf bara að blípa á móti ég ætla að gera það samt Ó nei. Ertu búin að sjá Drake líkið? Nei. Nei, Ha? þetta er eitthvað, ok, það gerist reglulega frækt fólk, það líkar eitthvað frá þeim, þú veist, og Þú sérstaklega ert að sjá celebrity fréttir. Já, ok, og þú veist, ertu að tala lækið? nei, lík það var lík af, sem sagt, það var leki af Já. Drake á netið af honum í engaþóttinu sinni að senda myndband af sér Heyrðu, já, Já. byrjum við, ég sá okkur fyrirsögn með þetta herði, ok, maðurinn er rosa vel hanginn, frábært til hamingju skilur, glæsilegt og það var eitthvað svona rúmor á Twitter og veistu hvernig hann svaraði? Þetta er nettasta sem ég séð á æfinni. Nei, þetta var fake svar. Var þetta fake svar? Já, það er eitthvað sem annað photoshopa. Ef hann, ok, allavega hvernig ég sá þetta var, hann hefði svarað með ég var ekki að fela kjötið mitt frá heimnum, ég var að fela heiminn frá kjötinu mínu. Ok, það hefði verið mesta Drake svar Ég veit sögunar. það. Já, Þetta er bara, ég veit ekki ennþá hvort var þetta þetta er ekki, satt. var þetta ekki bara AI? Það gæti verið, ég skítrættu við þetta AI dæmi, Já, sko. ég líka Já. Þetta er bara, en En- þú veist, þetta fór viral á Twitter, hann fekk 500.000 tweet sig á klukkutíma. Oh my god, Pældi því. ok Ef ég opna Twitter núna, X, Já, og ef þú Já. fyrir bara í search, þá er Drake líklega stefstur. ef ég fyrir search, nei, byrju, Nei, hjá þér eru glæð, Love Island. what's happening? Nei, er þetta Warriors, er eitthvað NBA, Já, ok. Eiffel Tower, Þetta breytir svo hratt maður. ég veit það. Kristján Að- Eriksen, Aðalsagan er núna líka með Tucker Carlson að fara til Rússlands að taka viðtal við Vladimir Putin og Evrópusambandið ætlar að banna ferðalög hjá honum. ég veit ekki svona hver það er. Tucker Carlson, gæði sem hætti á CNN út í hann sagði að vera að feika alla fréttirna sínar, fór að gera individual og er búin að vera að taka fréttir við bara alls konar frækt fólk og er á leiðinni að taka viðtal við Putin, fyrsti maðurinn til þess að taka viðtal við hann síðan að stríðið byrjaði. Þetta verður huge. Við erum að læra fullt Já, nýtt við hérna, erum sko. bara að læra, við erum bara eitthvað í Lofvæland búblu Já, og svo fórum við bara bara Viðtal við Vladimir Putin og kjöti og Drake. Ok, ég er búin að taka þetta aðeins á lókt þetta, en þú veist, mér finnst það mjög magnað, þetta kom út í morgun að hann ætlar að gera þetta og Evrópusambandið er mögulega að fara bara að banna ferðalögin hans. Sérðu, þarna er mismunandi áhugasvið Haldur betur. Við erum bara að hugsa Þeir eru að hugsa oh my god, Hannah Hanna. Ok, mér finnst, Love Island er samt alveg guilty pleasure, ég bara dett ekki inn í þetta, skilur Sko, þetta er náttúrulega bara, Þetta er- þetta er svona félagsleg í rauninu tilraun, bara Já. þú veist, þetta er, má vel setja þessi bara svona rannsóknarefni Mér finnst sko eins og í hverja einustu seríu maður er svona viku að detta inn í þetta. Já, En eins og kynnast nú- öllum og svona Já, Já. eins og en í núna í fyrsta þættinum þetta var bara eitthvað besti fyrsti þáttur sem ég sé á Lofaland. Já. Það maður datt eiginlega bara búm strax inn í Þetta þetta. er gott season, sko Mjög gott Það er síðan. smart að taka smá úr öllu, blanda því saman, skilur Þegar þau tóku sko, þá var allir búin að koppala upp og það kom gæi inn sem bombshell sem átti velja hvert sem stela einhverju stelpu en áður að myndi velja og gæti hann líka valið hina stelpuna sem var að koma inn sem bombshell sem var fyrirvændi kærasta hans sem hætti saman fyrir 6 mánuðum og voru saman einhver 3,5 ár geggjuserja sko. What? Þetta er the greatest, sko Þetta Vá. er Ég segi, sko- Óli, ef að algjört hypothetical, þú verður single myndir þú taka þátt í Love Island á Íslandi? Nei, Nei, Aldrei ég myndi banna ykkur að strákar Nei, ég myndi eiginlega bara gera það upp á farin og fýblast í öllum. Já. Það er ekki taka það alvarlega. Vera Nei. þarna bara Þú hvað. myndir sökka inn í það strax, maður Aha, Já, var ég þetta. allt í hennu bara grátandi á okkur bekk hérna út af því að Svona út af myndal, að Stefania vil ekki tala um mig. Heldur betur já, það er þannig Hvað æland er fyrir mest í taugana einar? Tóbi, Toby? gjössamlega get ekki mannin, sko Ég bara, og hann er alltaf farið í töðunar á mér Hvað finnst þér um Georgia Steele? Ég Já, kannast við sko þetta þau eru eiginlega bara bæði á svona sama stað hjá mér Já, ég sko, Georgia Steele, ég var að segja þetta um daginn Já, hún fer í taugar á mér sem ég vissi ekki að væri til já. Sko þau eiginlega bæði svona fyrstu sem kom í hausinn á mig var Toby en þú veist, en svo er Georgia, hún er bara eitthvað alltaf eitthvað prýtsa hvað hún sé góð manneskja Ég veit það svo er hún að sína bara þarna, hún er bara actually með allt í skralli Ég hjá veit sér, það sko.
Er þetta ekki stelpan sem sagði hvert þakklátt fyrir? Jú. Hárið á mér, Jú. Þetta augun á mér og svo fjölskylda í þriða sæti. Þetta er mest fyndnasta klippa Grateful. Hvernig sem er Grateful? Mér langar að spila Grateful. Grateful. Fyndið þegar ég hugsa alltaf hvernig ég var að stafa beautiful, hugsa alltaf Ace Ventura, B-E-A beautiful. Alltaf B-E-A beautiful. Ég kann ekki skrifa beautiful, ég kann ekki skrifa Anna það var eitthvað annað orð, þú veist, eins og Times Square. Square er erfiðasta orð sem ég veit sko. Já, það er alveg sumir orð sem Er ekki S-Q-U-E-R-E U-A Square S-Q-U-A-R-E Ég reyna að finna hana klippuna What are you grateful for? Akkur finn ég hann ekki á YouTube? Já. Þetta er eitthvað whatever, Afragag Whatever Afragag Eigum að fara í brain freeze okay. Hvað er þetta? Sem sagt, ég kem með eitthvað flokk og segjum bara til dæmis ég nefni lönd, ok? Þá byrjar þú og nefndi eitthvað land fyrir mig. Argentína og þá Ísland, Brasilia, Makedónia, Kólumbía, Argentína. Danmörk. Hann er búið Sko hann er strax komin í Já, Ok, ég fíl það. Skilur, þetta er alveg og ég kem með einhverja mismunandi flokka og þið getur frosið sko Ok. og í fyrsta skipti ætla ég að taka þátt Ok. af því að vanlega er ég bara á tökkunum Getur við gett Liverpool-leikmann? nei, Nei, ég er búinn að skrifa hana alla please flokka ekki. Ég er búinn að skrifa hana alla flokka og ég skal byrja þetta núna Ok. Hlutir, er ekki bæði með heyrnartól á okkur, jú? Jú. Hlutir sem eru inn á skrifstofu og ég ætla að byrja og segja borð, Blíjandur. Skrifpústóll, heftari Byrja það, erum við að fara Já, það er hringur, Já, já, ég er með, þannig að þú ert núna já, ok Hörðu, blað tölva, Lyklaborð Glerur mús, Tölvumús. Tölvumotta Músamotta beina ég Lansnúra myndarammi, HDMI kaball Heyrnatól sími, Uppsagnabrif Hörðu, kampaðisflöska Já, þú fagnar ykkur árangri skápur, Hurð Fólk Það er fólkarnir skrifstofu bréfaklama, Æ, fuck, ég veit ekki engin okkur Ég horfði þarna að sá kampaðinu og hugsa bara, ok, Já, þú veist alltaf bara að horfa í kringu ég Já, Þá fekk ég stig og sá sem er með mestu stigin í endanum ok, Ég er alltaf með 3 spurningar en stundum er ég með 5 ok. Þetta eru 5 mismunandi flokkar Þannig að ég Akkur finnst þú, já, þú semst mínusti. Já, þetta er svona golf, þú veist það er með lága tölu. Já, sem Ok. Ok, Eggert, þú byrjar núna Óguð. Orð, bara einhver orð í heiminum sem endar Ó nei. á UR Fallegur, Bestur, Hundur, ljótur, fallegur, langfallegast Nei, fuck off, ég skeik svo feitt í þessu ræðilegt Óli. Hvað er Þetta var rosalega erfitt. Ég veit ekki af hverju ég var með þetta Heyri, þetta var alltaf erfitt Ég byrjaði bara að koma lýsingar orð. Ég veit ekki eins og hvað Alright, létt núna Þú byrjar, ok? ok, Skyndibitastæðir KFC, Chipotle Serrano, Dominos, Pizzan Walk-on, Castello, McDonald's Lemon, Johnny Juice, Sparrow Pizzan. Búin að segja pizzan Italiano, Já, búin að segja pizzan Sko stundum er þetta bara eins og núna Vorum í 14 sekundur já, Þetta er ok. alveg En ég það, Fær maður ekkert eitthvað rítræð ef það er búið að segja það áður? eða? Nei Nei, ok. ok, það er 5 sekund, ég er nú. Já, keppniskapið er komið. Ég er með Ok. 2, þannig 1, 0 Höfum 5 spurningar, þetta er Það skemmtilegt er stúið. Ok. Núna ætlum við að hafa smá flókið, ok? Þetta er mögulega flóknasta spurningin að þeim öllum Ok. Þú ætlar að nefna eitthvað land Og segjum eins og ég segi Ísland Þá þarf þú að nefna eitthvað land Sem byrjar á þeim. sem byrjar á staf sem ég enda á Glæsileg. Núna fáðu alveg svona 3 sekundur til að hugsa Þetta er alveg flóki núna Ok. Ok, Þannig að þú byrjar ok, að nefna hvaða land sem er ok, Ok, 1, 2 og byrja Kólumbía, Argentína, Azerbaijan, Noregur, Rússland, Dóminíska lýðveldið. Eð, ha, Dóminíska lýðveldið? lífveldið Já, Það er ekkert land sem byrja Ég veit. Republic
Hún má gera eitthvað sem byrjar á C. Æ, ég ætla að reyna að vinna hann Ég veit það. Hvað er sé? Veistu hvað? Er þetta ekki bara high IQ move? eða? Þetta er auto, veistu hvað, ég verði eiginlega að gefa honum þetta. Þetta er high IQ move Hann sagði eitthvað land sem byrja á Eð. Eð? Já, það er ekkert land sem byrja á Þannig Nei. ég gerði það til þess að þú myndir tapa Ói, svind, þetta er svindla Þetta er smá svindl, Þetta er ekki sko. svindl, þetta er bara smart Oh my god Þetta er smart, verði ég að segja. Já, En þetta er Ég smá hefði svindl. getað sagt Danmörk, Þetta er- einfalt En ég fór dóminíska liðveldi til að slá hann út Það var allir hann, konum með hann stig var að koma með skriðtæklingu hérna Ég veit það. Þetta er rauðaspjaldi eiginlega í raunni Spjaldi út Ég veit ekki hvað að segja, sko. Ég verði eiginlega... Það er bara spjaldan Ég respekta múfið en samt Já. ekki. Halló, ég bara respekta hustle-in Ég reyna að vinna, sko Já, Það er 1, 2. ok, Þú með 2, við erum bæði með 1 Já, þannig að ef ég tapa núna, ok, Það var úrslendur án þá er úrslitaránd bara hjá ykkur. ok Ef að þú tapar og vinnur Eva og ef þú tapar og vinnur Eggert. Ok, Mjöss Alright. Þú ekki bara slegið hann út, eða? Eggshell Hlutir sem komast ekki inn í ískáp. Já, Hver ég er að byrja byrja? Já, ég er með. Gíraffi, Hjól Risastór hundur. bíll, Stóll Borð. Æffelturnin Fristiskápur Skakkiturnin í Písa. One World Trade Center Kirkja Ha, Kirkja já, kirkja. Annað hús. Nei, annar ískápur. Ok Sumo glímukappi Akkur er að ringi mig. Mamma einn Svaraði Mamma er að ringja Já, heldum áfram. Ok Þríhjól Fjórhjól. Borðstofuborð Vélsleiði Er þið Æ, fuck off. Þið takkir bara úrslitarándina. Það trublaði mig að það var eitthvað símringing og eitthvað. Við byrjum bara að nefna ykkur byggingar Ég veit að þetta var orðið allt og mikið, sko. Heyri, þá er þetta bara úrslitið á ykkur. Ok Og þú vannst frasakeppnina Já. og þú verður að vinna núna. Ég veit Já. það, annars fyrir hann mjög þreytandi við Ég held, og ég held að þetta verði... Getum ekki láta hann vinna þetta Nei, við viljum ekki að hann fari brosandinn í dag. Nei, wow. alls ekki Nei. Þannig að Ok. núna er komin press á þig. Og ég Ok. held að þú verður góð í þessu. Þetta er samt sko no lose situation Ég get labbaði henni út með 1-1 eða 2-0 Win-win, bara. tekið það Ok, Þannig að ég held að þú ert sterk í punkturinn núna í dag. ok Hlutir sem þú finnur í barnaamali. Já, er það ekki bara? Blöðrur, Kerti? barn Nei, ok, það er ekki hlutur Jú, Ok, ég teka ok. Gjafir? Kaka, Foreldrar? muffins Skraut? Fullt af bönnum Ég gæði það. Risastóra blöðrur Svona risastóra með svona inn í dóti Lilla pítsur Stóra pítsur Pappadiskar Pappa glös Lítill hnífapur Litli stólar Fyrir börnin Appisundjús Epladjús Grunubörja sami. Ammæli stúkur á borði Amalið servitur Þetta var það Ég ætla að gera hana dyn, þá er ég á vittlusum betta. Já, Er þið tónlistina? já, ekkert tók þetta Ekkert. Ég var Já, ekkert segðu eðlilega Ég ætla að taka þetta samt á mig Ég var ekkert Já. eðlilega leiðilegur í þessu leik Veit það? Ég var að gera allt bara til þess að vinna Já, en það er bara well played Er það ekki? Jú. Mér fannst Tók dóminíska liðveldi og þarna Já. þegar þú sagði pappadiskar Já, þá sagði ég pappaglös, djús Þú og sagði öðruvísi djús Katt spila leikin Er það ekki? Þetta er eiginlega alltaf þannig, sko. Þú verður eiginlega að herma eftir hinni manneskni, sko. Já, ég get ekki hugsað svona fljótt sko Nei. Ég leiði henni bara að hugsa Takk Og skila mér ekki síri Ó, stóðstu vel. Eigum að hendi símaðat. Já, Þú þarft ekki að gera, en ég veit Ok. ekki að vil gera. Ekkert vil gera má ég spinna the wheel það? Herðu, Já. ætla að ringi Hjálmar og fá ekki honum Já, Ok, við ætla má ég fá, Óli má ég fá the wheel The wheel. Mér langar að spinna the wheel Viltu hringja úr mínum síma? Já Ok, og hvað er hérna? Sko, við erum með undirskriftir Hvað er USA? Hvað þýðir það? Það er bara frá Ameríku Nei, þú ert að hringja til USA. Ok Gallup Ok, löng Hann Það varst að gera elskar Gallup. Gallup Geturðu gert Gallup-könnun fyrir hann? Ég gerði Mér Gallup langast að taka svo mikið af þessu sko Nágranninn
Sællubleisar, þetta Stefán undan við hliðina. Ég ætla bara að biðja að hætta að hama svona mikið á kvöldi. Já, hann er hann býr í fjölbýlshúsi. Hvað heitir aftur gatan hans? Hann er við sjóin. Er hann á já.is? Við getum ekki líka hvað maður hann á heima, sko. Að Dogson. Þá varst að blípa út heimilsfóki. Ef ég segi eitthvað, þú ert hérna í Tjarnagötu 5. Nei, þú getur sagt bara, segðu bara búir í húsinu sem hann býr í. Og hvað er húsinu? Ok, hvað er ég að taka? Já, ég ekki að spinna þessu og taka bara það sem kemur. Jú, spinna það bara. Já, ok, gerð það bara. Gera svona, þannig að allir sjá. Það sést ekki skjálna. Já, ég segi það bara upp átt. Hörru, ég fæ að velja. Að velja, ok, það er ekki gaman. Við ætlum að gera aftur. Við ætlum að spinna þessu wheel aftur. Og það er... Hvað er þetta? Það stendur pass. Já, við ætlum ekki að sleppa. Hvað stóð? Það stóð pass. Ég fæ ekki að sleppa. Ok. Veikur. Veikur. Þið með eitthvað, þú veist, aðstofum hann eða eitthvað í kringum ykkur, þú veist? Þetta er sko, úrst að ringi einhverja vinnu og segja og sért veikur og eitthvað. Ég get ekki verið að ringi hann. Getur ekki... Ok, ég teki það, tökum Hjálmar eftir bara. Ertu að minna að ringja bara einhvern vinnustafs? Já, ég skal ringi í vinnustæðin og vera veikur núna og svo ringi við Hjálmar eftir það. Ok. Takk þú veikindin, ég skal taka Hjálmar. Ég ætla ekki að ringi, stráfi, ég er hræðileg ég get það ekki. Ringjum bara í Hjálmar og... Okay. Segðu sért nágranni, búir á hæðinni fyrir neðan. Okay. Er hann heima á sig núna? Já, ég held hann sé alveg heima á sig, ég held hann sé ekki fann að segja krakkana strax. Ef hann er heima hjá sér, þá getur þú beðan að koma með eitthvað sigur eða eitthvað niður. Ég er fastur á klósitinu. Bara ég veit þetta er hræðilega vandræðilegt en klósitpartin er búinn og ég er bara aðeins og augljóst sko, því að hann er skemmti kraftur. Já, en það er sko líka því að hann er skráður á já.is. Segja honum að færa bílinn. Nei, ég man ekki bílnúmerið. Nei, hann þarf ekki. Jú, hann myndi þá beða bara, hvað er bílnúmerið? Skilju, þetta þarf að make a sense. Veistu hvernig bíl hann er á? Volvo. Ert þú ekki hann á Volvo-unum? Þú ert í stæðinum mínu, getur þú fært það? Getur þú gert það? Já, gerum það. Er þetta símið þinn hérna, Óli? Já. Ok. Íttu bara á ringja. Ég ítti á ringja. Ég ætla að mjúta okkur hérna. Ok. Þú bara frístalar þetta. Vonandi svara hann hér. Bylla bara eitthvað hjá hann. Halló? Já, sæll og blessaður. Er þetta ekki Hjálmar? Jú. Jú, sæll og blessaður. Þetta er hérna Ástráður í íbúðinni fyrir neðan. Ert þú ekki á Volvónum hérna frutan? Nei. Ertu ekki á Volvónum? Hver er þetta? Ástráður í íbúðinni fyrir neðan. Það er bíllina, það var sagt mér að þetta væri bíllinn þinn og ég var bara svona að pæla hvort þú gæti mögulega færtið út því að ég þess að í leigusamningunum mínum þá pantaði ég þetta stæði. Já, sko, Fannar býr í íbúðinni fyrir neðan mig. Já, nei, ég er sambýlismaður hans. Já, þú ert ekki, ég er nýji kærastinn. Þú ert nýji kærastinn hans og heitir Ástráður. Já, Jófannar er búin að vera í... leinilega samband í smá tíma en það er public núna og var bara að pæla hvort þú gæti mögulega fært bílinn. Það er Fannar ekki Fannar. Ég færi bílinn. Það er Fannar ekki Fannar. Ég sagði Fannar. Ég ætla að gera. Ég ætla að fara að færa hann að bíl. Býtu, sérðu maður núna? Það er að kíkja út. Sérðu mig? Já, þú ert geggjar. Ég er að færa hann. Færðu fucking bílinn. Hvað er að þér? Oh my god. Þú varst ekki að segja Hjálmar að þið væri komin á Volvo? Nei, ég er ekki komin á hann. Æ, skotin maður. Þetta er feil í beinni útsendingu á 100,5. Þetta var satt fyndið. Þetta var mjög gott. Þetta var mjög fyndið, sko. Nefnum að hvað passar það ekki... Já, við sökkum í þessu. Já. Hver er þetta? Þetta er Óli, Ólar Jóhann. Og Eggert Unnar. Óli TikTok. Manstu ég var að segja ég væri fyrir... Er þetta Óli TikTok og... Eggert Unnar TikTok. Hvað er þú að gera með þeim? Ég er bara að hanga með vinnum mínum. Það er ruggleðið, það er ég ekki með. Náka, akkur Það er þetta verið geðvikt, akkur ertu ekki með? Round 2, þú kemur. Þetta eru meistarar eða sko. Ég veit það. Ég voru að TikTok gera sko. Óli, ég er TikTok Nation, ég er ekkert að ríla eins og gamla fólk. Ég ætla líka að segja Óli, ég hef búin að segja við Hjálmar, ég eitthvað svona, ég ætla ekki að fara neinn podcast á árinu, allavega ekki núna bara fyrir hlut ása, því ég er búin að fara svo mörg og mér er alltaf búin að tala saman hlutin. En svo sendi Óli mér skilabóð og ég get ekki sagt nei við Óla. Getur ekki sagt nei. Þannig að þess vegna sagði ég já við þig.
Hjálmar, þú þarft eiginlega að koma, þið þurfum að koma saman, sko. Já. Mega til. Þeir að setja mig í alls konar, þeir að láta mig gera símat en þú veist að ég get ekki gett símat. Jú, það er svo gott. Jú. Nei, alls Þú ekki. getur það. Já. Þú getur það. Hjálmar, Það er eitthvað svo ógist að vanda það. Já, getur Nei. þú komið með eitthvað skemmtilega uppbústingu hvað hann á að segja? Það er ekki hægt. Ég segi eitthvað svona blush-dæmi, eitthvað svona... Æ, Hjálmar, hvað er að segja börnin? Hvimgóður. Hjálp í alveg, það er ekki hægt. En þú klúrar þessu. Svo fannst að kalla Fannar. Ég heyrði Fannar. Ég heyrði líka Fannar. Hjálmar, hvað heitir hann? Það er Fannar? Ég heyrði Fannar. Ég heyrði Fannar, maður. Já, það var geðveikt fyndið. Var ég ekki fljótur á fótunum að segja ég væri sambilið Ég maður? þekki alla í blokkin, sko. Ég þekki alla í blokkin. Já, ok, þá veit ég þetta næst. Þetta fannst hann gaman. Já. Þetta var Sintal Jacksons. Já. Jacksons. Heyrðu, ok, flottur. Frábæran dag. Hann er alltaf á sömuleiðis, love you. Bye. Bye. Helvítis maður hann alltaf á tónnum. Þá ættu að gera gallup. Já, ég hefði alveg frekar að taka það. Ég held að. Þú veist, ég var að gera mig besta þennan. Ekkert þú klúðrar þessu. Nei. Eigum við samt að gera gallup-könnun, eða? Jú, sko, mér finnst þú ættir að taka. Æ, strákar, ég get ekki sett mig í það. Hvað er að besta sem gerist? Ég veit það ekki. Það er hérna Stefán út í bæ áttur að vera bara Hvernig ætti ég að vera Hvað, er eitthvað að þér? Mér langar að þú takir gallup-könnun, ok? Og hafðu Instagram-chatti okkar opið og ég ætla að senda þér spurningar þar. Ok, bara as we go. Er ég að ringa eitthvað sem ég þekki? Nei, veldu nafn. Það væri svolítið Velja nafn? Nei. Ekkert veldu nafn. Oh my god, Velja nafn. Þrúður, við þurfum að ringa eitthvað bónda. Hann er til, já. Hvað er aðeins? Þrúður Fjóludóttir. Af hverju hugsaði ég Þrúður líka? Þrúður Fjóludóttir. Oh my god, strákar, þið geta ekki verið aðeins. Ég er að kalla fyndu bóndi. Þrúður bóndi. Það er engin Þrúður bóndi. Hjálmar bóndi. Það er pottet eitthvað. Það er lítur að vera. Hjálmar. Ætlar að senda mér alla spurningarna bara strax á... Já, ég sendi bara á... Oh my god. Nei, ég sendi einu í einu. Það er ógeðslega að fyndið. Ég sendi þér eina spurningu í einu. Alright? Þetta er Hjálmar bóndi. Hjálmar bóndi? Já. Segðu bara út að ringja hana fyrir hann gallup. Við erum að taka hana smá örstutakönnun. Já, ok. Ertu stressuð? Já. Þetta verður ekkert smá. Svinn í lóan og allt. Þetta er smá svona adrenalín, sko. Nei. Hjálmar svarar og hún ætti að segja nei, bara grín. Það mjúta okkur ekkert svo. Ef hann svarar. Hjálmar svaraðu. Já, Hjálmar. Já, komdu sæll að blessaður, Jóhann heiti ég og er að ringja hérna frá Gallup. Ég ætla að hvort ég geti fengið að taka því í smá svona rannsóknarverkefni. Gefðu mig frí. Gefa þið frí? Jæja. Ég tek aldrei þátt í svona. Nei, heyrðu, allt í lagi þá. Takk kærlega fyrir. Já. Bless. Þú hefðast bara halda áfram, bara heyra, þetta er bara smá. Hann var svo gamall. Já, ok. Ég greiði kallinn. Ekki velja Hjálmar bóndi. Það var einhver sko 78 ára gamall bóndi að stíga upp úr þægindarammannu sínum. Hann er að hlusta á fréttirnar. Þetta er svo stressandi, strákar. Ok, Gunnar bóndi. Oh my god, það er bara einhver annar sem kemur nákvæmlega eins. Þetta er bróður hans sem situr við hliðina á honum. Þessi hérna Gunnar bóndi er á Stykkishólmi. Ok, Gunnar. Vonandi svarar hann. Annars erum við búið með þetta. Ok. Mér langar að taka annað, sko. Ok, ekkert þú má taka eitt í viðbót. Sko. Já, Gunnar. Já, komdu sæll, Jóhann heiti ég ringi hérna frá Gallup. Ég ætla að hvort ég mætti taka því smá spurningar. Ég hef ekki tímið það. Bara örstutt. Nei, hún mun að þakka fyrir. Áttu bíl? Nei, takk. Hversu oft tekur þið bensin í mánuði? Ok, þið gerði ekki gert þetta. Þessi var ekki til í það. Þetta er mögulega bara mest rút símtal sem ég hef bara heyrt. Þetta var svo gott. Hann var bara Þessi er ekki að eiga sinn dag, sko. Nei. Allt í góðu? Já, ok, ekkert tekur næsta. Vá, hvað það var fyndið, maður.
Líka svo fyndið, nei, ómögulega. Áttu bíl? Mikið ertu frek. Anskotin maður. Svo hringir hann í mig aftur, ég ætla að fá að kvarta hérna. Já, hann getur það virkilega. Nennir að taka það þú. Ég ætla bara að blokka númerið. Já, gerðu það. Hann nú hann að fara að hringja hann á Gallup og kvart undan. Það er eitthvað númerina sem er búin að ringja mig og bara spurði. Algjörlega eyðilega daginn hjá honum. Hvað segir þið? Sko, mér finnst að þú ættir að taka þetta. Ætti ég að taka Gallup-könnun? Nei, ekki Gallup, gerðum með Spin the wheel, brother. Spin the wheel. Það er ekki, pass og velja er ekki með. Hvað færið? Nei, ég gerði það í seinasta þætti. Ég skal taka blómabúðina, takk þú næsta sem kemur. Nei, það er 18+. Hvað? Við gerum blómabúð í seinasta þætti. Já. Sem er ekki komin út, sko. Ok. Ég gerði það. Okay. Hvað er það? Hvað er blómabúð? Já, þú ringir í blómabúð og vilt að við skrifa kort. Já. Ég alltaf vann í blómabúð í 20 ástrákar. Og var oft fólk að spurja þig. Ég fekk einu svona símtal sem ég var bara skrifa þetta. En svo var ég bara, nei, þetta er Ég verði eiginlega að sína ykkur þetta eftir þegar hann ringir í blómabúðina. Það er eitthvað fyndnasta sem ég sé á ævinni. Þegar gæinn lesi þetta upp alveg. Já. Snúum við einu svona enn. Selja. Ég er að fara að selja eitthvað. Hvað ætlar að selja? Við það ekki. Getur þú hringt í félaga minn Patrik? Patti? Já. Það væri alveg sjúklega að fyndið. Ég er að finna númerið hans. Skrifa það bara hérna inn. Hvað er selja? Nei, shit, ég er ekki með símanúmer hans. Ég hringi alltaf í hann á Ertu ekki með símanúmer hans? Nei, en byrju. Ertu ekki með einhvern annan vinn bara? Jú, við skulum hringja í Ég veit. Ó nei, hvern? Ó nei, hann er stressaður. Það hringi í hlöðver. Nei, hann fattar það strax. Ég veit það. Hvað á ég að selja samt? Hvað á þetta að selja? Þetta þarf að vera eitthvað skrítið sem þú ert að selja. Ég hugsa heita pott. Það hringi frænda minn. Og hvað heitir hann? Hann er Haukurinnar. Haukur? Hvað býr hann? Hann býr í Hafnarfirði. Og þú ætlar að selja honum. Konan hans á systur og makar. Þannig að þú ætlar að fara að reyna að selja honum eitthvað efni. Þetta er bara, ég með geggja efni handa konuðinni, ég næ ekki í hana. Verður bara ógeðslega frekur. Ég ætla að selja heita pott, sko. Ég veit ekki svona hvað systur og makar er. Það er fatabúð, ok, seldu heita pott. Seld í Hafnarfirði. Já. Svo þegar þið fá Hjálmar í podcastið ykkar, hann er the greatest í símaðum. Hann áttur að elska að taka 1.000.000 símaðut. Ég til, já. Ég er bara góð að segja honum að taka símaðut, sko. Ég er ekki góð í þeim. Hvað sagði hann heitir? Haukurinnar. Halló? Haukur! Engin Haukur í þessu númeri. Nei, þá er ég alltaf að fara línuleg vitt, en ertu ekki í Hafnarfirðinum? Nei, ekki gaman. Ég allavega, það skiptir ekki máli. Ætlaði að tala um hann Hauk sem var unnið á landilum. Gæti vel verið, er hann komið nýtt símanúmer? Já, hann er löngu hættur, sko. Það heitir... Það er allavega, allt í lagi. Hvað heitir þú með leyfi? Ég heiti Halldór. Halldór, sæll og blessaður. Gunnar heiti ég og ég ringi hérna frá heitipottar.is. Takk. Ég er að reyna, við vorum að fá ofursendingu af heitapottum og ég ætla að kanna áhuga þinn á heitum pott. Áttu heitan pott? Já. Áttu? Já, heitan pott, já. Hversu marga? Já, það er bara eitt, sko, en það kemst ekki meira á fallið, sko. Áttu sundlaug? Nei, ekki ennþá. Nei, þá er þetta kjörið tækifæri fyrir þig, af því að við vorum líka að fá risastórum gám af 25 metra sundlaug og ég ætla að pæla áhugan í landinu hvað þau finnst. Þetta er ofur tilbúð í dag, bara í dag og á morgun reyndar, út vikuna. Já, það hendar ekki í dag, því miður. En á morgun? Nei, ekki fyrir að komið stærri garð, þá væri hugmyndið frábær. Já, ertu með garð? Ég hef undan bara búin að stiga pallífur og þannig að eins og var garður þarna. Já, við getum, ég get bætt á þjónustuna, bara 100 á skall auka og þá tek ég pallin fyrir og bæti sér sundlaug við. Það er ekki nóg pláss. Ég verður sko að selja þess að 25 metra sundlaug og eldkjörum prís í dag, bara 6,4 millur.
Já, ekki neitt fyrir hennar pening. Nei, ég veit það, og inn í, þú veist, við gröfum í jörðina, römmum þetta inn, flísaleggjum, og veistu hvað, ef þú tekur dílum í dag, þá skal ég hafa frítt vatn í heilt ár. Það vallaði geta hafnað þessu, Ég veit ég það. ætla samt að gera það. Hvað ef ég lækkið þig niður í 5 milljónir fyrir þig, Haukur? Nei, nú er spurning hvort þú hringir í Hauk og bjóður honum þetta. Það er að gefa nóg blóð. Já, en kaldi pottur, Nei, ég er ekki þar. klór, Nei, ég er góður í svöð. kajak, ég er með allan pakkan, sko. En ég veit hvað búðin ykkar er. Já, þú kíkir bara, ég bókaði hennar tíma hjá söluráðgjafa klukkan 4 á morgun, mætir ekki? Milli Við finnum, 8 og 1:30. já, við finnum eitthvað saman. Ég ætla að koma í búðin ykkar þegar þú fyrir að voru. Ég er spenntur að sjá þig. Í spurning. Eigðu frábæran dag, vinur minn. Sjáumst eldhressir á morgun með kreditkortið og allur pakkin. Takk svo fyrir. Bang! Bless! Já, bæ. Herri, ég gaf hann vort vinnunúmerið gamla. Já, þú vorum að ætlar vinna bara saman í mörg konunglis ár. númer. Heyrðu, Ég þú veit hver hittir þetta er. eiginlega bara á geggjaðan gæja. Já. Þetta er algjör höfðingi, ég veit hver þetta er, sko. Er það? Já, þú veist, vorum að vinna saman í fyrirtækinu hjá, Það er gaman að selja eitthvað. Hvað er ég að selja núna? ætlar að hringja annað? Mér langar að hringi hennan Hauk. Nei, þú ætlar ekki að hringja hann. Líka, ég sagði bara heitipotta.is sem er alvöru fyrirtæki. Ég bjó Já. ekki til neitt. Nei, Ég ætla að segja pottar sem eru heitir.is eða Herri, eitthvað. þú ert að hringi í mér Ímir. í mér, og ok. reyna að selja honum eitthvað Valentínusar tilbúð. Valentínus að tilbúð. Ok, Já, á hann konu. já, hann á konu. Ok, En þú mátt náttúrulega ekki vita það. Þú veist hvernig á hann að vita það, sölumæðin. Þannig já, að þú ert að reyna, já, þú spyrir hann hvort það sé byrja undirbúa valentinsdaginn. Já, Ég hringi hennar það var, frá romantík.is. já, Já, það var pláss að losna í geggjaða ferð, mjög ódýrt og þú ætlar að koma með eitthvað bullferð bara. Já, ok, ég bý Ógeðslega bara til allt, sko. Já, þú ætlir að fljótra að hugsa í þessu strákar. þetta er improvið. God. Sko, þetta er rétt númer, maður. Peja og peja. Já, halló. Sæll og blessaður er það Ímir. Já. Sæll Ímir, ég hringi hérna hjá valentínusardagurinn.is. Við erum að gera smá könnunina yfir landan. Við erum að gegja tilbúð. Átt þú kærustu eða eiginkonu? Já. Já, og ertu búin að undirbúa valentínusardaginn eitthvað? Nei. Nei, heyrðu, það var nefnilega losna pláss í valentínusarferðin okkar, sko. Þetta er geggjuferð. Má ekki aðeins segja frá henni? Nei, hann skellti á. What? Vá, hann var Nei, svo romantískur. engan áhuga. Í mér eitthvað eðlilega pirraður í dag, maður. Wow. Það var ekki halló. Vá, ég er að fara að purra ég er að fara að ringja hann eftir. Passa að það sé ekki allt í lægi, ja. Já, hann var að skilja. Vá, hvað reyður? Þess að var hann ekki búin að plana neitt. Ég var búin að plana hljómsveitir Heyrðu. utan garðin og kerti inn í bíl og þú veist, Kertin í bíl? Það er kveiki bílum hans? þú veist, það kemur svona limósína klukkan 5 morgunin, Ok. beint upp á Já. Keflavíkurflugvöll og til romantísku borg í heimi Ok, sko, við erum búin að Selfoss. Selfoss. Við erum búin að fá allan skalan í hérna símaðutum. Já, það er svo gaman að þessu, sko. Nei, sko, ég gæti verið hérna endalastu símaðum. Já, Ég gerði sér þáttum daginn sem klukkutími bara símaðut. já. Hann Ég, sko, ég nefnilega, eins og ég segi, ég elska að setja Hjálmar í, þú veist, setja honum fyrir hvað hann á að gera. Já. Þú veist, en hann er reyndar ógeðslega bara, hann er ógeðslega bara, hann er bara Til í einn allt. heimastundum á kvöld, nei, á daginn, er ekki að djóka og er að bara ringin í út á sögu og bulla og hann er bara að gera símaðut. Ég var að hringi útvarp sögu svona í lokin. Já. Vá, ég er svo til í það. Ég er Útvarp. svo til í að spyrja hvort þið vita um söguna þegar Óli frændi festist einhvers staðar. Af hverju er það ekki meira að tala? Eitthvað Já. svona algjört bull. Já. Útvarp saga Símon. En þú veist, er ekki fólk að býða eftir að hringja það hérna? Ég veit það ekki, við bara Það er ekki alltaf opinn símið þar. Ég ætla bara að Miðað við hvað Hjálmar segir með marga sögur af símaðutum og út á sögu. Ég er að hringja útvarp sögu. Góðan dag. Þú hefur náð sambandi við útvarpssögu. Takk fyrir það. Athygli er vakin á því að símtalið kann að vera hljóðritað. Það er betra. Og líka Á okkar. heimasíðu stöðvarinnar, útvarpsaga.is, Særi. Okkar er líka hljóðrita. Já, auglýsingar heldur og betur. nýjustu þætti. Veldu 1 Ég ætla að reyna að fyrir koma með auglýsingadeild. lengstu sögu Veldu 2 sögunar. fyrir skrifstofu. Veldu 3 til þess að tilkynna bilanir í útsendingu. Hvað sagði hann? Ef ekkert er valið, færðu samband við skrifstofu. Skrifstofu. Hvernig kemst ég í beina útsendingu? Ég misti alveg að því. Það var ekkert. Það var ekki. Það var ekki. Býtu.
Símtali þínu verður svarað eftir augnablik. Takk fyrir það. Saga Settu gamla manna röddina hérna. Það ætli við fáum mörg símtöl. Sko, nú ég að pæla. Við erum á mute núna, þannig að þau hafa samband. Ég er hérna útvarpsaga.is. Já. Það kemur bara eitthvað e-mail hérna. Ertu að ringa í 533? Já, 3943. Þetta er ekkert leyndanúmer hvað númerið er. Nei. En ég misti eiginlega hvað númer 1 og númer 2 er. Auglýsingadeild. Já, ég held að hafa ekki verið, sko. Sæll er ég komin í beina út. Það er ógst að fyndi einhverju skrifstofunni. Það er bara, er ég á beinni? Er ég ekki beinni? Jú. Já. Góðan dag. Góðan daginn. Er ég komin í beina? Nei, viltu fara í beina? Heldur betur. Heyrðu, þá verð ég nú að hjálpa þér. Heyrðu, þá hringir í annað númer. Já, hvað er það? Þá hringir í 588 Já, 1994. 1994. Takk hjá fyrir þetta. Já, sömuleiðis, takk. Bye. Bless og bless. Hún var svo spennt að heyra í okkur bara, ég ætlar ekki beina. Vá, kom og spennt. Já, Ég er sjátt bara á þessa konu. amazed, sko. Velkomin. Þú ert að hringi beina útsendingu útvarpsögu. Vá. Við erum ekki komin. Að nota Ég er á hvorki mute. handfrjálsa búnað eða vera með hátalara símtækisins á að meðan símtalið fer fram. Þið verður svarað eftir augnablik. Takk fyrir. Svara þeir bara öllum. Já, Ó, ég sé hérna svara. útsendingasími. Auglýsingasími er með hljóðnum. Svo getum við verið að bíða hérna bara í kortir eitthvað. Af því að þessi þáttur verður ekkert kliftur. Ekki neitt. Nei. Já, bara Áttum þetta að rúlla, bara Já. fólk er Já, að heyra bara okkur, rúlla. bara spjalla sko. Já, Ég er á mute hérna, þannig að hann er ekki að fara að heyra í okkur. Vonum ok. ég. Vonum þessi mute ekki virkar. Við erum búin að íta marga takka í dag allavega. Já, mér, Hvað ætlar að gera? Ætlar að koma lengstu sögu efir? Þau eru að fara að kötta það off, sko. ég veit það. Og verður reyður þegar þau reyna það. Nei, Já. nei, ég er ekki búinn. Já, pældi ég samt að vera út að saga, þú veist að ringir allir fjandinn að Já. neil, sko. Heldur við komumst Ég í... held að vera ógslag að fyndi að vinna það. Þú veist, Ég þú er kemur heim eftir vinnudaginn og þú getur sagt makanauðin 100 sögur Já. einhver sem var að ringja bara. Ég held að væri einhver að svara. Ah, Ég er að opna hérna út að sögu í tölvunni sem er ekki tengt núna í hljóðin. Já, Það er einhver annar gæi bara. Og svo Stefania, hún fór yfir lækinn. Bara, já, einmitt. Þetta er í beinni núna sko. ó, ég held að þetta væri einhver. sem að hafa aðra skoðum og þetta er að vaksa. Oh my god, hvað ég er til í þetta. Ég er svo til í þetta. Þessi Þetta er að fara að taka svo. Við erum að fara að býða hann í svona kortir og ég er major til í það. Nei, þú veist, mér langar eiginlega meira segja þegar þú byrjar að vera bara hérna frá aftan. Stefán, ertu byrjað? Þú ert í beinni? Öskara fyrir aftan. Stefán, ég heyri þér í útvarpinu. Já, Nei, sko. gerðu það. Og ég sko fólk er núna. Stefán, það heyri. Þú komst inn. Nei, sko fólk er núna. Ég er ekki að djóka. Fólk er núna á Spotify. Ít á takka sem gerir hana 15 sekundur áfram. Já. Þið þurfum ekki að hlusta núna. Eðlilega lengi. Come on, svariði nú fólkinu. Ég held að allir sem ringið hérna inn tali líka bara ógeðslega mikið. Hvað er að frétta núna í útvarpinu? Spilaði lög á útvarpsögu. Ég er örugglega ekki. Nei, það. Ég veit ekki, ég er ekki aktífur listener, sko. Nei. Ég viðurkenni það. Mjög lélegt að, það er mjög erfitt að hlusta á þetta. En Ef spilar ef við lítið- komum nú eitthvað spjallina með hann. Já. Ó, vá, komið bara á. Hvað er maður að segja? Clifford Sachs er núna eitt merkasti fræðimaður sem er að vitna breytingarna sem eru að verið í heiminum. Já. Vegna þess að Það er ekkert að frétta. Oh my 40% God. áhörðinu voru að sopna við að Ég hlusta veit á það. hún ger En hérna, hlustað þú á einhver podcast eða? Já, ég hlusta á sko glæpapodcast. Já. Ég hlust alltaf á Hæ sem að Hjálmar er með auðvitað og Supportive Friend Við höfum þetta bara bípena í bakgrunum aðeins. og svo er ég bara algjör crime junkie en get ekki hort á hryllingsmyndir. Nei. Ekki. Nei, Ói, ég var Ég- að hérna Smile. Hún er Ég ógeðsleg. gat ekki klára hann. oi. Ég er ekki Já, þar. ég get ekki hryllingsmyndir, ég get ekki blóð en ég get hlusta á þessar sögur og ég veit að það eru sannar en ég get hlusta á þær og verið bara eitthvað, hvað með það, hvað gerðist? Ég þarf að fá, Ertu mikið að horfa á svona
true crime eitthvað Documentaries. Já, ég elskar svolítið svoleiðis. Það var ein geðveikin American Dream eða eitthvað sem að koma daginn á Netflix. Já, hún var svakaleg. Svakaleg, Ég klára hana strax, sko. Já. Þetta er bara, ég elska svona dæmi. Já. Ég er algjör junkie í góða þætti, sko. Og líka bara eitthvað 3 þættir. Búið. Ekkert eitthvað bara að vera að tegja þetta. Nei, ég fíla það. Það er ekki að svara okkur. Nei, sko, við erum núna búin að vera á línunni í 4 mínútur. Já, við höfum þolinmæði. Það er gamla fólki hefur vandamæli við það. Þú ert að hringja á FM, þú kemst örugglega inn eftir svona 2 mínútur. Því að krakkarnir nenni ekkert að bíða á línunni. Nei. Eigum að hvað er að frétta á útvarpssögu? Hver var það sem hringdi? Var það ekki eitthvað? Er ég hérna í þyrlunni? Það er eitthvað meistari. Ertu búin að sjá það? Hvað? Ég er í þyrlunni yfir eldgosinu. Já, Bíddu, ég ætla að finna það núna bara. Hann hringdi inn á bylgjuna. Þegar hann að eldgosi byrja núna í janúar, nei, í desember. Já. Þá var gæi sem hringdi í bylgjuna í beinni útsendingu og sagði þetta hérna. Halló, þetta er Bylgjan. Já, þetta er Bylgjan. Hvað heitir þú með leyfi? Ég heiti Sigurður og ég er stattur í þyrlunni fyrir ofan gósið. Rosalega, já. Ég er í beinni. Þú ert í beinni? Ertu alveg handið sem á sért í þyrlu? Halló, ég heiti Sigurður, ég er í þyrlunni og þetta gós er alveg eins og píka. Þetta er svo píka. Já. Þetta var Þetta er svo gott. Var þetta þið? Þetta var ekki við. Ég lofa. Ég hef óskað að þetta hefði verið ég. Það er svo gott content, sko. Já, þetta er bara Ætlar út að segja ekki að svara Nei, fyrir ég það. held ekki. Við heyrist Gefum ekki. þessu 1 mínútu viðbútt. Lolita Express og Virgin eyju með mjög óskemmtilegri típu sem er nú kannski önnur spurning. Hvað er það tala? Hvað er í gangi á útvarpssögu? Hvað er skemmtileg spurning? Hvers vegna er svona mikið með svona nervus? Já, það er alveg augljóst mál. Og eilítan. Það er alveg augljóst mál Haugumynd. Það er Haugumynd? Það er, við skulum segja, 30 ár. Þá er vestræn Oh my god. Podcastið er búið að breytast í hvað er að gerast á útvarpssögu. Já, hvað er að gerast Ég er að fara að vera, þetta er samt svo gott, mér langar svo að ringja inn þarna. Þau er ekki að búast við símati. Nei. Þau fattir einu svona takkan til að slökka því, við getum bara haldið áfram. Sko, ég held að, í alveg, ég er ekki að djóka, ég held að Hjálmar hringi okkur einsta degi við símati. Ég er ekki að grínast, okkur einsta degi. Þessi gæði sagði Hjálmar minn, hann er búin að tala við hann í að minnstakosti 20 mínútur. Já, þeir eru ekki. Já, þetta er eitthvað gæði sem er í stúdíónu, sko. Já, er ekki hægt að bóka tíma bara höfum með það? Hvernig væri það? Það verður alveg snið. Er þið mikið að taka við símtölum þegar þið er í útvarpinu? Nei, bara ekki neitt. Ekki neitt. Nei. Væri ekki gaman. Við skulum hringja. Já, þið skulum hringja. Hæ, Anna, er þetta kóngjöð? Það er bara eitthvað, Óli og Eggert. Óli, stopp núna. Hætti þessu. Ógeðslega Hafði ekki eitthvað að gera, strákar? Já. Nei, við erum frí í dag. Þeir eru ekki að fara að svara. Oh my god, maður. Ég ætla að pyrra mig svo mikið, það var ekki. Mér langar svo að þið svari, sko. gera við þjóðir þegar að farið er að ljúga og ljúga og ljúga. Hringir Edsi í mig. Hver er það? Það er TikToker. Það er TikToker. Hvað er að gerast þennan? Ég var svaranum eða? Já. Svaranum. Hringd þú í hann úr símanum þínum? Nei, ég er að hringja út á sögu. Já, ok, ég skal svara honum. Hvað? Þetta verður eitthvað ógeðslega ómerkilegt. Ég er svo busy. Já, ok. Heyrðu, 7 myndir segja að við erum búin að gefast upp á útvarpssögu. Þetta var geggja content. Vá, hvað það var geggja. Já, þetta var gott. Heyrðu, nú er Edsi. Þú verður að klippa. Hann er að hringja þig núna. Edsi er að hringja mig núna. Ok, svaraði. Hæ. Halló. Píti, ég heyra ekki þetta ég er. Halló. Wow. Hó, hó. Hæ. Edsi, við erum... Hei, hvað segir þú, Edsi? Edsi, hvað segir þú? Edsi minn. Hvað er að gera það? Er þetta Edsi? Ég er að taka upp að einhverju krakkarinn í kring Edsi. Maður fá mynd. Óli, maður fá mynd. Hvað er maður svo símanúmeri? Hvað segir þú, flotti? Þetta er svona AI voice. Ef þú bara vissi hvernig þessi AI lítur út maður. Já, mitt. Hvað segir þú gott? Ég er góður. Hvað ertu að pæla? Ég ætla bara... Er þið að taka upp podcast núna? Já. Þú ert í beinni? Það er svolítið. Hvernig kem ég í podcast? Þú þarft að koma á næstunni, sko. Er þið ekki búin að bjóða honum í podcast? Nei. Við vorum að byrja, sko. Já, er enda rétt. Sorry að ég var á undan. Já, það er alltaf læg. Hvað vantar þið, bróðir?
Nei, ég ætla bara að heyri ykkur ég heyri ykkur setna. Já, hann með eitthvað verkefni sem hann ekki segja verkefni. Við heyrum mér. Ok, bye. Já, tjá. Þetta orðið eins útvarpsþáttur. Fann taka símtölir. Já, ég elska Mér finnst það gaman. En, já, höfum við eitthvað meira að segja í dag? Ekki bara allir góðir? Ég bara bestur. Mér langar eiginlega lúmst að taka hvernig ertu með hreima? Hreima? Já. Svona útlenska hreima? Þú ert ekki að fara að taka skásirhreimin? Nei, ekki skásirinn, en þú veist, fara að ringja í eitthvað, eins og þessi, ringja í eitthvað svona travel-skrifstofu og vera bara að biðja bara eitthvað fáránlegan túr. Bara getið þið græjað þetta? Við vantar að vera í Perlunni klukkan 1, svo vil ég fá að hitta forsetan, getið þið græjað þetta? Vera bara ógeðslega dónalegur. Ég vil ekki vera leiður en það lokar eftir 10 mínútur eða eitthvað. Það lokaði 3 oftast. Já, áfragak. Við þurfum að gera þetta í hádeginu. Já. Ef ertu með einhver loka skilabóð. Hvað er heitt á TikTok? Hvað er heitast á TikTok núna strákar? Góð spurning. Er það að gera löngmyndbönd, er það að gera stuttmyndbönd? Það er reyndar talandi um TikTok. Þeir eru byrjað að pusha landscape myndböndum sem eru meira mínúta, sem að verður mjög áhugavert hvernig það breytir plattformin á næstunni. Ég var að mynda að heyra að þeir væri búin að lengja tíman. Lengri myndbönd fá stærra plattform heldur en styttri. Ég held það sko. Það er, já, en sko á Íslandi, hvernig algoritmin á Íslandi er einmitt núna, það er bara athygling fer, búm, dragsnir. Krakkarnir nenni ekki að horfa svona langt. Ég samt lengsta vídeo sem ég hef gert 5,5 mínúta. Hvað var það? Það var hann að bylgjurvestin. Og það var bara því að mér langaði að gera langt vídeo og ég bara, það er að fara að floppa. Það er bara eitt af bestu vídeónum sem ég hef fengið sko. Já, en það er samt, það var gott storyline, skilju. Þú veist, það er eitthvað að gerast. Já, það er að Þú getur ekki gert bara 8 mínúna myndband af engu. Nei, ég held að allt content snýst bara þetta er bara storytelling. Hvað ertu að koma frá, skilju? Af hverju ætti einhver að eyða tímanu sínum í þig? Og stundum þá shitpostum við, ef við erum ekki með neitt, þá hendum við Hvað er besta pick-up lína? Ertu með pick-up línu? Því að það er bara bangar í views, við lítum vel út á samfélagsmiðlum. Já. Bara spurðu einhverja úrlinga í kringlunni, hvað er besta pick-up lína? Er þið að nota pick-up línur? Nei. Við erum að spurja krakka hvað er besta pick-up línan hjá þeim. Við erum að hlaupa í kringlunni að spurja krakkana, má ég segja pick-up línu? Nei, og svo fer þetta á TikTok, krakkarnir sjá, hei, ég þekki þennan gæja, senda á þennan gæja. Það pússar sig. Það er komið share. Kannski 5 mann sem að senda þennan, hann sendur á 5 vinnir sína, þeir senda allt í nú komið 40-50 shares, myndbandi fær 20-30-40-50 views, bara fyrir ekki neitt, bara auðveldasta ever, skilur. Þannig að það er það sem er, en þú veist, ég væri samt svo til, sko, það sem ég vil sjá og það sem ég held með talandi um content, sorry, þú pushaður þessu hérna inn, að það opnar svo mikið í hausnum á mér, að sko ég held að content á næstunni sé að fara úr svona over-editað í meira casual, low-key, bara svona hei, hérna er ég og myndaðurinn mín að spjalla saman. Þú veist, meira svona, ég held að vlogs til dæmis komið tilbaka. Back to basics. Back to basics. Þú veist, 2016 vlogging er held ég bara að fara að koma aftur. Þetta er mjög vel. Þú veist, ég held það, út af því að fólk, það er svo ógeðslega saturated markaðurinn með hana. Það er allt bara in your face og ef það er ekki bara sprenging og þá bara og þetta verður of mikið. Þannig ég held í allan daginn að það er það sem ég ætla að prófa á næstunni og sjá hvað gerir sko. Thank you for the TED talk. Já, ekki málið. Er þið með loka skilabúð? Stay sexy. Stay sexy. Við getum talað hérna sko í Ég gæti verið í 5 tíma podcasti. Ég líka sko. Það var áhugavert að sjá hvernig það myndi virka, hvort einhver myndi hlusta bara á það. 24 tíma charity podcast stream. Myndir þú gera? Já, ég skal gera það líka. Annars segir bara takk kærlega fyrir komuna. Ciao. Og við sjáumst næsta miðvikudag. Bless í dag.